Söluverð rekstrarfjármuna var óverulegt á árinu. Lántökur ársins námu 28 milljónum króna sem var lántaka vegna framkvæmda tengslum við ofanflóðamannvirki. Afborganir langtímalána og leiguskuldbindingar námu 495 milljón króna á árinu en sveitarfélagið greiddi auk þess 313 milljónir af lífeyrisskuldbindingum. Handbært fé hækkaði því á árinu 184 milljónum króna og nam 831 milljón í árslok 24 í samstæðinni. Eignir sveitarfélagsins voru í lok árs 24 samtals 20 miljardar 131 milljónir króna, þar af námu fasta fjármunir rúmum 18 milljörðum. Heildarskuldir og skuldbindingar námu 11,2 milljörðum króna og lækkuðu á milli ára 219 milljónir. Langtímaskuldir við lánastofnanir og leiguskuldir námu 5,6 milljörðum, skammtímaskuldir 1,8 og lífeyrisskuldbindingar og aðrar skuldbindingar 3,8 milljörðum. Eigið fé samstæðu var 8 miljardar 943 milljónir króna árinu í árslok 24 samanborið við 7 miljardar 616 í árslok 23. Breytingin á eigið fé skýrist fyrst og fremst af rekstrarniðurstöðu ársins ásamt endurmati lóða. Í þessari yfirferð hef ég reynt að fara yfir helstu stærðir í ásetningum. Reikningurinn er steinsafullur af ýmsu talnaefni, lykiltölum og skýringum og góður efni við til að líta yfir árið 24 á milli umræðina áður hann kemur til endanlegar afgreiðslu og staðfestingar bæjarstjórnar þar 8. maí. Leið og ég lýk mála mínu langar mig að þakka fjármálastjóra okkar, Jóhanni Gunnsteini Harðarsyni og deildarstjóra fjármálasviðs, Ingvari Rafni Stefánssoni, þar samt öðru starfsfólki stjórnsýslu Fjarðabyggðar fyrir mikla og góða vinnu við gerð ársreiknings fyrir Fjarðabyggð og stofnanir árið 24. Ég legg ársreikningin hér með fram til fyrir umræðu og svo í framhaldinu til vísunar til seinni umræðu hér í bæjarstjórn. Það fyrir Jóna, orðið laust hér, Ragnar Sigurðsson beðum orðið, gerðu svo Ragnar. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Jónu fyrir yfirferðina og tek undir með henni og vil byrja á því að þakka fjármálastjóra og starfsmönnum bæjarins fyrir vinnuna við gerð ársreikningsins og jafnframt góða framsetningu á minnisblöðum og þá kynningu sem hefur átt sér stað bæði af hálfu fjármálastjóra og KPMG sem að annast endurskoðun reikningsins. Það er ánægjulegt að við séum að ganga hér frá ársreikningi til fyrri umræðu og ég á ekki vona að hann muni taka miklum breytingum milli umræðina. En það er alveg ljóst á þessum ársreikningu og niðurstöðu tölum hans það er alls aðgerðir sem við höfum verið hér í eru að skila árangri. Og við sjáum það að rekstrar niðurstaða samstæðunar fyrir A og B hluta er í ákvæðum rúma miljard og í A hlutanum er rekstrar afkoman 419 milljónir. Og þetta er veruleg frávik frá fjárhagsáætlun og í rauninni er þetta besta afkoma sveitarfélagsins frá upphafi og það því ber að fagna. Og það er auðvitað inn í þessum tölum er uppgjör á skólaskrifstofu Austurlands og það er það bil 200 milljónir sem að koma vegna þess uppgjörs inn í niðurstöðuna og þá er einnig vert að benda á að launakostnaður án lífeyrisskuldbindinga var 505 milljónum undir fjárhagsáætlun ársins. Og það er ekki sjálfgefið að við séum að ná þeim árangri en endurspeglar bæði ábyrga fjárhagsstjórn og markvissa forgangsröðun fjármuna og þennan árangur eigum við öll, allir bæjarfulltrúar og starfsmenn sveitarfélagsins, bæði í meiri hluta og minni hluta því að það hefur verið samstaða helstu aðgerðir sem að skila þessum árangri. Og við höfum við greint á einstaka þætti en ég held að þessi vegferð hafi verið full samstaða hana og þess vegna er þetta árangur sem að við eigum öll. Skuldaviðmið sveitarfélagsins er að lækka í samstæðunni niður í 72%.
úr 80% frá árslokum 2023 og í alhlutanum er skuldaviðmið að lækka í 100% en var 103 fyrir ári síðan, eða fyrir rúma ári síðan. Nú, þó svo að þetta sé mjög jákvæð niðurstaða þá eru þetta miklar áskoranir framundan hjá okkur og við erum auðvitað að glíma við loðnubrest annað ár í röð. Við erum að fá hluta af þeim launahækkunum sem við gerðum ráð fyrir í áætlunum og skýrir að einhverju leyti þennan mismun á launakostnaði milli ára. Það mun lenda á árið 2025. En þessi niðurstaða styrkir þá enga síður okkar stöðu til þess að gera sveitarfélagið betur í stakk búið til þess að takast á við þessar áskoranir. Og þá auk þess miklar áskoranir framundan bæði í viðhaldsmálum og fjárfestingum sveitarfélagsins og þannig að það er mikilvægt að við höldum áfram að halda áfram á sömu braut og við mætum þeim verkefnum sem eru framundan af ábyrgð og yfirvegun og leggjum þá grunninn að því að við séum að styrkja fjárhagsstöðu sveitarfélagsins til framtíðar og höldum áfram með þeirri samstöðu sem hefur verið innan bæjarstjórnar þær aðgerðir sem við þurfum að fara í. Þakka fyrir Ragnar. Orðið er laust hér í fyrri umræðu. Stefán Þór Eysteinsson er beðið orðið. Gerðu svo Stefán. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Þið eru ekki örvætt að þetta er ekki ræða, þetta er minnisblaði frá fjármálastjóra, ekki bara að lesa þetta, en bara byrja á svo sem eins og Ragnar og Jóna, þakka starfsmönnum fyrir bara virkilega velinni starf, tek undir með Ragnari, það er búið að vera gaman að lesa þessi minnisblöð og auðvelt og það verður auðvelt að nálgast fjármálateymið og spyrja spurninga og fá skýr svör við þeim. Og svo sem eins og kom fram í máli Jónu, þá erum við að tala fyrir umræðu á ársreikningi, geta orðið breytingar, það er kannski ólíklegt að það verði en við kannski ætli býð ekki með stóra fullyrðingar þar til að vera með fullinni plagg í höndunum. Svo sem bara að fara yfir nokkra hluti svo sem eins og búið að koma inn á þarna er stór einskiptis aðgerð inni, 196 milljónir sem eru auðvitað stór hluti af þessari rekstra niðurstöðu sem við erum að sjá, sem eru auðvitað eitthvað sem við getum ekki reiknað með á hverju ári, sem er eitthvað sem við þurfum auðvitað að taka áfram inn í reikningin. Það er svo sem eins og Ragnar kom inn á, það eru auðvitað ýmsar áskoranir sem að blasa við okkur eins og alltaf, viðhaldsmálin og ýmislegt annað fjárfestingar í sveitarfélaginu, þannig að við þurfum að halda rétt á spöðunum. Kannski annar hluti í rekstrarniðurstöðu sem við þurfum líka að hafa í huga, það er að við auðvitað, ég held að vera 2022-2023 byrjum þá að taka til hliðar hennar stóra pott í stað þess að veita launin strax út til sveitarstjóra til að deila út í launakostnaðinn og gerum þá ráð fyrir ákveðnum hækkunum. Og við auðvitað, það var ekki saman við kennara fyrir eftir áramót, þannig að það er auðvitað stór hluti sem við munum síðan bara þurfa að kljást við núna á þessu yfirstandandi ári og þá kannski sjáum við svona leiðréttingu á þessari rekstrarniðurstöðu sem við erum að sjá núna. Það er alltaf útskýrir á stór hluta þessar rekstrarniðurstöðu en við svo sem munum eflaust fara betur við það næst. Og það er svo sem eins og kom inn og það er auðvitað gríðarlega jákvætt að skuldaviðmiðið heldur áfram að lækka eins og við erum búin að sjá bara frá ári allavega síðan ég kom inn í þetta þá hefur skuldaviðmiðið lækkað og skuldahlutfallið sem er auðvitað gríðarlega jákvætt og svo sem bara í takt við þær áætlanir sem við höfum gert alveg síðustu ár. Það er svo sem það er á ýmsu að taka í þessu og auðvitað eins og með verðbólgun líka við erum auðvitað búin að sjá hana lækka töluvert, vextir eru búin að lækka, þar hefur fjármagnskostnaðurinn hjá sveitarfélaginu lækkað töluvert frá fyrir árum sem er auðvitað gríðarlega jákvætt líka. En ég reikna með að við förum ítalega yfir þetta þegar endalegt plagg liggur fyrir en það er auðvitað bara eins og alltaf þegar við erum að afgreiða ársreikningin, við þurfum að horfa á hann með gagnrýnum augum og afgreiða síðan endalegt plagg næsta fundi. Meira ekki frá mér, takk. Það verið Stefán, ég ætla að fá að kveða með hljóð sér, svo sem líkt og þau sem hér á undan mér hafa talað, þakka starfsmönnum, bæði fjármálasviðs og hér yfir stjórnar og sem á öðrum bæjarstarfsmönnum bara fyrir góða vinnu og utan þetta
í þessari framsetningu, verið afar góð og skýr og unnist vel og líka það ekki verið að þakka náttúrulega bara pólitísku fulltrúum eins og Ragnar gerði heilt yfir í nefndum og bæjarstjórn, bursið frá meira minnluta sem hefur líka verið afskaplega mikilvægt í þessu. Það er náttúrulega, eins og við komum fram, það er afskaplega ánægt að sjá þessar ekstra niðurstöður svona inn í því árferði sem við vorum í, þó á því séu ýmsar skýringar eins og hefur komið fram. Bæði náttúrulega þessi einskiptisgreiðsla sem þetta kemur inn í og líka jafnframt náttúrulega að kjarasamningar drógust og er að koma inn að fullum þunga núna á þessu ári og verður áskorun. Enga síður samt sýnir þetta samt styrkleika, fjárhagslega styrkleika sveitarfélagsins að ná þessum viðsnúningi, því að ef við tökum nú þessa einskiptisgreiðslu frá og horfum á niðurstöðu A-hlutans, þá er þetta verulega mikið betra, því að það er nú A-hlutin sem við erum ávallt að horfa á í okkar vinnu. Hann er svona hvað vegur, hvað þyngst. B-hlutin okkar er í miklu meiri styrk og B-hlutin náttúrulega alltaf verið sér fram settur þar sem hann á að sækja sér þjónustutekjur og móts við þau útgjöld sem þar eru. A-hlutanir aftur móti hafa verið og eru hjá sveitarfélögunum almennt þungir í rekstri og það eru mikla áskoranir sem bíða A-hlutana á næsta árum. Og ég hef nú tekið þátt í nokkrum umræðum ársreikning Fjarðabyggðar gegnum tíðina og raun og veru kannski svona gegnum gangandi, þó að við höfum líka séð eins og síðast árið þegar við lendum náttúrulega í því tapi vegna stöðu verðbólgu og fleira, að þá hefur Fjarðabyggð ótrúlega mikið fjárhagslegt þol og það sést best í þessum framsetningum hverju ári og hún er að ná þrátt fyrir, við verðum bara að segja það eins og það þekkjum og það er áskorun, rekstur sem er gríðarlega umfangsmikill og lítur ekki alveg þeim lögmálum eins og mörg sveitafélaga sem menn eru með einungis jafnvel einn stóran miðkjarna sem sér öllu sveitafélagum fyrir þjónustu, þá rekum við hér þjónustu á öllum stöðum og höfum talið það svona skyldu okkar að vera með þá grunnþjónustu sem allir getur sótt, en við leiðir eftir að horfa á hvernig getum við stigið ýmis skref til framtíðar til þess að líka að bara nýta betur. Rekstur sveitafélaga á Íslandi, við sjáum það á þeim ársreikningum sem er komið núna að það er betri framsetning á ársreikningum, betri afkoma mjög víða, líkt og hjá okkur, heldur en kannski áætlað var og þar spila þetta inn í breytingar á verðbólgu sem er náttúrulega alveg alfa og omega í okkar rekstri, að verðbólga sé lág og stöðum með við erum í þeirri stöð að greiða skuldum okkar. Þá leið þetta með lækkandi skuldahlutlið, lækkandi langtíma skuldum, því að ég hef svo ekki þungar áhyggjur sem lífeyrisskuldbindingu, það er bara mál sem þarf að takast á við, sérstaklega með reikningslegu tillit til framtíðar og er verið að vinna að á vettvangi sambandsins að breyta framsetningu þeirra. Það er gefur svo ekki raunsanna mynd af skuldastöðu, það eru langtíma skuldinar og síðan er það handbært fyrir rekstri. Hvað skapar reksturinn til þess að gera það kleift að borga lánum og fjárfesta? Áhyggjuefni sveitafélagana er náttúrulega að við erum ekki í nægilegum fjárfestingum sem við þyrftum raunum til að fylgja eftir. Og það er verkefni að takast á við í reksturinnum að hann sé með þeim hætti að hann geti skapað til þess eðlilegt fjármagn til þess að við getum sinnt viðhaldi, sinnt fjárfestingum í okkar innviðum og það er vonandi og það er eitt af þessum sem býður með þegar ríkið talar núna um innviðaskuldir, ríkisvaldið og það þurfa að mæta innviðaskuldinni, þá erum við líka sveitafélögin í innviðaskuld og við þurfum að fá til þess súrefni frá ríkisvaldinu til þess að geta mættir innviðaskuld líka. Henni verður ekki bara mætt úr rekstri. Það er bara ekki held ég möguleiki í því reksturumhverfi sem við erum, alveg sama hversu vel við viljum reka og halda utan um okkar þjónustu, þá þarf það líka súrefni að koma annar stað frá. En eins og ég segi, hér í fyrri umræðu er þetta afskaplega ánægjulegt að horfa á þessa niðurstöðutölur sem komið fram, lækkandi skuldahlutföll, styrkleika okkar til að takast á við þetta. En eins og Ragnar kom inn á, þá er þetta líka áminningu það að það eru mörg verkefni eftir og við þurfum að horfa til. Við eigum undir miklar fjárfestingar og við þurfum að ná því, við höfum stigið svona ákveðin skref í okkar svona eignarsafni, við þurfum að ná því núna aftur á stað, það hefur aðeins
beðið eftir með við verðum að fara í gegnum aðra, en við tökumst á við það aftur núna. Þannig að ég held að Fjarðabyggð eigi samt enga síður miklu meiri, og þessi ársreikningur sýnir að Fjarðabyggð á gríðarlega mikla möguleika í þeim efnum að geta elt sinn rekstur og stýrt honum betur og ná áframhaldandi góðum árangri. Þannig að það var ekki meira undir þessu, vilja fleiri kveðsljóð sér undir fyrri umræða ársreiknings. Svo virðist ekki vera, þá ætla ég að bera hér upp í bæjarstjórn hvort hún samþykkir að vísa ársreikningi til síðar umræðu og þá endanlega afgreiðslu á fundi sínum þann 8. maí næstkomandi, þess að það samþykkja að vissa skeðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til næsta liðar dagskrár hundarins og það eru fundagerðir bæjarráðs númer 889 og 890 tekna saman um atkvæðagreiðslu, orðið er laust þær. Ragnar Sigurðsson er morgun, Gelsur Ragnar. Takk fyrir, ég ætla að hlaupa hérna yfir fundargerð bæjarráðs númer 889 og 890. Við erum þetta búin að fara hér yfir ársreikningin sem við vorum að vísa til fyrir umræðu, en það fyrst mál nummer 22 í fundargerð nummer 889 er gjaldskrá safna í Fjarðabyggð. Þarna var verið að taka til afgreiðslu máli sem var vísað frá menningarstofu til afgreiðslu. Þarna er verið að samþykkja það að við verðum með safnapassa þar sem að við ætlum að gefa gestum og íbúum kost á því að fá á hagstæðu verði safnapassa til þess að heimsækja öll söfn sveitarfélagsins á hverju ári, og þetta er svona eitt liður í því að fjölga gestum safna hjá okkur og jafnframt ferðamönnum. Í máli 2.3 vatnsveitumáli í Mjóafirði, þarna var erindi frá íbúa Mjóafjarðar varðandi stöðu vatnsveitunar þar. Og við erum í rauninni að taka saman stöðuna á vatnsveitunni og munum í framhaldinu og fljótlega halda fund með íbúum Mjóafjarðar. Annars vegar vatnsveitumálin og þetta bara það sem að brennur helst á fólki þar. Í máli 2.4 þá vorum við að afgreiða drög að umsögn vegna frumvarps breytingar á lögum veiðigjald, og þar voru fulltrúa meiri hlutans með bókun þar sem að við vorum að gagnrýna í okkar umsögn þessa framlagningu á frumvarpinu, og þar vorum við einna helst að horfa til þess í okkar gagnrýni hvað það væri skammur tími, umsagnartími sem okkur var gefinn, hversu illa þetta var kynnt fyrir sveitarfélögunum og ekki væri búið að meta áhrif þess á sveitarfélögin. Við töldum í okkar umsögn að boðuð hækkun væri bæði illa tímasett og hún væri óábyrg í ljósi þess loðnubrest sem við erum að glíma við, og vorum þar að benda á að við eins og svo fjölmörg önnur sveitarfélög stólum á að sjávarútvegurinn sé burðarás í okkar samfélögum og hafi áfram bolmagn til þess að fjárfesta í sínum innviðum, og það eru gríðarlegar fjárfestingar þar, og það hefur verið mjög villandi framsetning á öllu tali ofurhagnað þessara fyrirtækja. Það er mjög auðvelt að benda á að í fjárfestingar áformum sem að þessi fyrirtæki þurfa að viðhalda til þess að tryggja sína samkeppnisstöðu, þá er svigrúmið þar innanborðs sem menn horfa á arðsemi eigin fjár ekki svo ýkja mikið og alls ekki umfram aðrar greinar á Íslandi ef menn til dæmis skoða bara arðsemi eigin fjár hjá fyrirtækjum í Kauphöllinni. En að þetta var svona það sem við vorum að benda á í okkar umsögn og óskuðum þar eftir því að stjórnvöld myndu bregðast við og veita lengri frest að minnstakosti og kynna þessar lagabreytingar betur, og bendum máli okkar til stuðnings á 129. grein sveitarstjórnarlaga þar sem að kveður á að þar skuli leggja fram sérstakt mat á áhrifum lagabreytinga á fjárhag sveitarfélagana. Jafnframt í dagskrá bæjarráðs var farið yfir
kynning á því að það væri framundan tæknidagur fjölskyldunar sem var síðan haldinn síðustu helgi og það var gaman að sækja þessa hátíð sem að ég leyfi mér að kalla þetta því að þessi dagur fer sífellt stækkandi og Fjarðabyggð setur mark sitt á hana. Þar er bæði slökkvilið og framkvæmdasvið að kynna sína starfsemi og gaman að sjá hversu vel verkmenntaskólanum hefur tekist að byggja upp þennan tæknidag. Þannig að hann verður sífellt fjölbreyttari og bæði eru þar fleiri sem að eru með sýningar og jafnframt virðist að gestum fari stöðugt fjölgandi. Við fundum einnig með vegagerðinni og þar vorum við að fara yfir þau svona brýnu mál sem að við höfum verið að jafnframt að bóka að undanförnu. Það var auðvitað fyrst og fremst farið þar yfir stöðuna á Suðurfjarðarvegi og þarna vorum við að leggja áherslu á það að vegagerðin myndi í rauninni vera klár með sinn hönnunarþátt og þá vorum við að horfa á brúna yfir Sléttuá, við erum að horfa á brúna yfir Dalsá og Stöðvará sem er mikilvægt að sé komið á stað í hönnunarferli og það sé þá tilbúið úr hönnun þegar að það verður farið í þessar framkvæmdir og vonandi verður þeim flýtt þannig að það sé farið í þetta sem allra fyrst því að eins og við höfum margoft komið inn og þá þolir þetta takmarkað bið. Og við fórum þar einnig yfir mikilvægi þess að fara að opna Mjóafjarðarheiðina og hún hefur nú verið opnuð og það er auðvitað fagnaðarefni og kærkomið fyrir bæði íbúa Mjóafjarðar og aðra gesti Fjarðabyggðar að fara landleiðina til Mjóafjarðar og þá var farið yfir stöðuna á framkvæmdum yfir Vattarnesskriðurnar og mikilvægi þess að koma því í liðin og það er verið bara, okkur var tilkynnt að það væri núna bara á allra næstu dögum sem að framkvæmdi myndi hefjast þar og svo var þetta bara verið svona að bera saman bækur með vegagerðinni önnur verkefni. Í fundargerð bæjarráðs númer 890 þá fórum við þar að nýju yfir frumvarp breytingar og lögum veiðigjald. Þá vorum við í rauninni búin að fá þarna inn frá samtökum sjávarútvegssveitarfélaga sem hafði fengið KPMG til þess að draga saman svona þau áhrif á sjávarútvegssveitarfélögin sem að boðað frumvarp myndi hafa í för með sér og það var auðvitað mjög skammur tími til þess að vinna þá greinargerð og hún ber þess glöggt merki en engan síður vel unnið með við þann tíma sem var til stefnu og sýnir í rauninni þau áhrif sem að boða frumvarp myndi hafa í för með sér og allir flokkar stóðu þar saman að bókun og þetta bara mikið fagnaðarefni að það hefur verið samstaða það að mótmæla þessari hækkun á veiðigjöldum og taka undir þessa umsögn og það skiptir okkur miklu máli að við séum samheldin í því að taka höndum saman með atvinnulífinu í sveitarfélaginu og standa vörð þá sterku stöðu sem að Fjarðabyggð býr yfir í sjávarútvegi og í atvinnulífinu og það er fagnaðarefni. Svo tókum við fyrir umsóknum lán frá ofanflóðasjóði og þarna verið í rauninni að taka þetta hefðbundna lán sem við höfum alltaf gert varðandi ofanflóðaframkvæmdir hjá okkur og þetta eru hagstæð lán og nema 10% af framkvæmdakostnaði. Í lið 3-4 þar vorum við að fara yfir beiðni styrk til gerðar strandblagsvallar á Reyðarfirði. Þarna voru ungmenni á Reyðarfirði sem eru í skólaverkefni og eru mjög framtakssamir ungir menn sem að vilja búa til strandblagsvöll á Reyðarfirði og við auðvitað fögnum þessu og erum að skoða þetta fullri alvöru með þeim og fólum bæjarstjóra að funda með þeim og skoða hvernig verður þá hægt að hjálpa þeim á stað með þetta verkefni og þeir eru búnir að fara hér heimsækja atvinnulífið og safna styrkjum og aðstoð við að koma upp þessum strandblagsvelli þannig að það verður forvitnilegt að fylgjast með þeim framgangi.
Takk fyrir Ragnar, orðið er laust, fundargerðir bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson er beðið málið. Forseti, það er svo sem búið að fara ágætlega yfir flesta þeim málum sem er þarna undir þessum fundargerðum og kannski óþarf að fara eitthvað sérstaklega aftur yfir þau, sérstaklega það sem við erum alveg yfirleitt bara nokkuð sammála þetta allt saman. Náttúrulega bara aðeins að tala hérna lið 2.4 í fundargerð 889 í fundargerð bæjarráðs sem er drögfrumvarp breytingar á lögum veiðigjald og hérna við svo rætt þetta mikið og lengi og við vitum hvað áhrif þetta getur haft og eins og Ragnar kom inn að þá í seinni fundargerðinni þá var KPMG búin að gera ágætis greiningu á því hversu mikið vægi í raun og veru fyrir sveitarfélögin, bæði fiskvinnslan og útgerðarnar hafa sem eru þetta gögn sem er nauðsynlegt að hafa svo við getum að einhverju leyti fara að meta þessi áhrif því það eru eitthvað sem að vantar inn í þetta frumvarp að við höfum þessi gögn sem að þarf til að geta raun og lagt almennilegt mat á hvaða áhrif þetta mun hafa á þau sveitarfélög sem eiga allt hitt undir eða mikið undir sjávarútvegi, það er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Við erum auðvitað öll sammála það að veiðigjöldin þurfa að vera sanngjörn og að hún þurfa að vera fyrirsjáanleg og hún þurfa að geta stutt við samfélagin, jafnt sem fyrirtækin í þeirra rekstri. Það er auðvitað eitthvað sem við erum bara öll mjög sammála Við treystum auðvitað á það að þetta mál fái þroskaða og góða umræðu núna á næstinu og það verði ekki teknar neinar skyndi ákvarðanir í þessu máli. Ég held að sé alveg ljóst að þetta er gríðarlega stórt hagsmunamál fyrir sveitarfélagið okkar. Þannig það er gríðarlega mikilvægt að við svona höldum því til haga að menn skoði öll gögn sem eru til staðar, afli nýrra eftir þarf til þess að taka svo upplýsta ákvörðun. Það hlýtur að vera svona markmið í þessu, þannig við vitum nákvæmlega hver áhrifin verða í þessu öllu saman. Mér langaði líka að koma inn á lið 2.7 sem var tæknindafjölskyldunar og taka undir með Ragnari. Þetta er virkilega flottur dagur orðin, sýndist ég sjá okkur flest þarna og virkilega vel að þessu staðið á hálfu verkefnaskólans og sömuleiðis að kynningin frá slökkviliðinu og frá framkvæmdasviðinu, hún var mjög fín og bara virkilega flottur dagur sem heldur áfram að vaxa. Aðeins svo undir fundargerð bæjarráðs 890 þá langar með þess að koma inn undir lið 3.4 sem við beinum styrkt í strandblagsvallar í Reyðarfirði. Þetta er auðvitað gríðarlega bara skemmtilegt mál sem við fáum hann inn og virkilega gaman að sjá þennan áhuga og þennan kraft sem er í þessum ungum mönnum sem að ætla að sigra heiminn og fara með þetta lokaverkefni sitt alla leið, búið til strandblagsvöll. Gaman að sjá þennan mikla blaka áhuga líka á Reyðarfirði, komið tími til. En meira var það svo sem ekki frá mér. Bill, takk. Takk fyrir Stefán. Skemmtilegt að fá að taka aðeins til orðs undir fundargerðinni. Það er svo sem þarf ekki að tvítaka það sem hér hefur sagt, svo sem bara nota tækifærið og þakka verkmenntaskólanum fyrir tæknidaginn og óska þeim til hamingju. Það er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa jafn öflugan framhaldsskóla og verkmenntaskóla innan okkar samfélags og við höfum í gegnum tíðina lagt mikilvæga áherslu á það að geta stutt við hann á ýmsan hátt og meðal annars með aðkoma að tæknideginu með bæði húsnæði og eins líka bara aðkomu og kynna okkur. Þetta er bara gríðarlega mikið fyrir samfélagið hér fyrir austan og bara á landsvísu. En þetta var verulega vel heppnaður dagur og gaman að sjá þann fjölda sem líka kom og var jafnt yfir allan daginn á svæðinu. Bara aðeins ég þetta sem ekki Ragnar hefur komið vel inn á það svo sem hér í sambandi við veiðigjöldin. Og ég þarf ekki að tvítaka það eins og kom frem bókunum okkar að við höfum ýmsar athugasemdir og jafnframt samtök sjávarútvegssveitarfélaga. Sérstaklega náttúrulega kannski við framsetningunni í byrjun. Það er náttúrulega algjörlega ólíðandi að fá til þess 9 daga til að veita umsögn við jafn stórt og umfangsmikið mál og þær bera það með sér umsækjurnar að þetta er menna ennþá láta vinna og KPMG er ennþá að vinna fyrir samtök sjávarútvegssveitarfélaga og það mun vera sendt inn svo í framhaldinu til viðbót þá umsókn sem nú er farin og þau gögn verða klára næstu dögum endanlega. En auðvitað er það alveg sérstakt að þurfa að fara í jafn umfangsmikla vinnu og kaupa til þess þegar þessi gögn ættu náttúrulega að liggja fyrir hálfum hins opinbera. Eins og gefum fram í 129. grein sveitarstjórnarlaga þá skal liggja fyrir kostnaðargreiningu. Án þess og okkar aðkoma í þessu, hvort sem ég hér í Fjarðabyggð eða annars staðar, ekki síst til þess að horfa á þetta út frá
hliðum sveitafélagana, það fjármagn sem verður tekið í veiðigjöldum og fyrir utan þær áhyggjur sem ég hef sérstaklega minni útgerðum og minni vinnslum í núverandi gjöldum og það þarf að koma til veruleg breyting á frítekjumarkinu þar ef það á ekki að hafa alveg ófyrirséðar afleiðingar víðum land eða bara allt land, það er bara sagt. En síðan þær við sérstaklega vekja athygli á fyrir utan það það að auðvitað í uppsjáveðum og að taka þessa upphæð út úr uppsjáveðum þeim fyrirtækjum sem það stunda þá erum við að horfa að það er ekki mörg samfélag á Íslandi sem mun þá greiða þau gjöld. Uppsjáveði stunduð þetta hefur verið mikið sérhæfingi í sjávarútvegi eðlilega á síðustum áratugum og uppsjáveðin og stundu hér í nokkrum sveitafélögum. Þau sveitafélög munu þá, úr þeim sveitafélögum mun þetta fjármagn fara beint til ríkissjóðs og ekki skilja til neitt skattspor í sínu samfélagi. Og það er ekki síst þess að við erum gagnrýna. Leðu þú tekur upphæðir þessari stærðargráðu, sjást einhverju stappan einhverjum 2 milljörðum í Fjarðabyggð, 1,6 milljarði í Vestmannaeyjum, segja Vestmannaeyingar mér, sem munu að koma aukalega í veiðigjöld. Það fjármagn mun ekki fara til fjárfestinga eða þjónustu eða annað slíkt. Fyrirtæki munu þurfa að sækja það og ef þess að það skila því þá munu þurfa að draga saman á öðrum hátt. Það liggur svolítið fyrir. Og að því óglemdu náttúrulega hluti fyrirtæki sjávarútvegi komin á hlutabréfamarkað. Ákall sem hefur verið mjög lengi frá hálfu hins opinbera eða margra stjórnarmálaflokka sem hafa lagt mikla áherslu á það að eignarhaldið sé opið og gegnsætt. Það verður nú hjálpnar og gegnsæra heldur en að vera á hlutabréfamarkaði í samvinnuformum og með því erum við þetta líka að veikja grundvöll þessar fyrirtækja að vera hlutabréfamarkaði. Ef þú ert á hlutabréfamarkaði og getur aldrei séð fyrir því skattaumhverfið, hvernig áttu að geta skilað því arði? Og eins og í okkar tilfelli sem ef við tökum bara okkur fyrirtæki, bæði Síldarvinnslan, Brim, Ísfélag öll hvora markað, stóri eigendur af þessu, þannig fjárfesta lífeyrissjóðirnir greiðlega mikið eðlilega, þurfa ákveðna ávöxtun tilbaka. Þannig að þú veist, það verður að vera í ákvörðunum stjórnvalda, fyrirsjáanleiki og yfirsýn yfir þær áhrif sem þetta hefur á ekkert bara fyrirtæki, ef mann eru bara einblín á eigendur fyrirtæki eitthvað slíkt, það getur ekki verið grundvöllur af því að sé lögð veiðigjöld á Íslandi. Menn þurfum að horfa á heildarhagsmuni. Við erum líka með loðnuvinnsluna sem er að stærstu hluti eigu kaupfélags, Fossfjarðar, fisk í Skagafirði sem er í eigu kaupfélags Skagafjarðar. Kaupfélaginu er samvinnufyrirtæki. Það fjármagn sem þar fyrir fer til frekari fjárfestinga í samfélaginu. Þannig að þetta verður að horfast heildrænt og ég vonum sannlega að það verði til þess núna í þeirri umræðu sem eiga eftir að menn horfi á máli heildstætt en blindist ekki að því að hvaða skoðum menn geta haft á því hver eiga sjávarútvegsfyrirtæki eða hvernig þeim arðin sem það kemur er ráðstafað. Á sama tíma þetta búið að leggja kolefnisgjald á. Ég veit ekki betur en í Noregi þessi sama kolefnisgjald var lagt á áramótin, 60% hækkun. Þar lá það fyrir að hálfu stjórnvalda því kolefnisgjaldið er skilað aftur. Ekki til útvegsins, heldur í allskyns þróun í útveginum, í þróun og skipum, smíði skip og fleira. En hér fer það beint inn ríkissjóð. Við getum ekki skattlagt eina grein umfram aðra í alveg út í þjóðvandalega. Það verður að hafa sín á því. Og leið, eins og ég segi, leið og skattsporið minnkar sem er heima fyrir, þá mun það hafa áhrif á sveitafélagi. Það getur vel verið að stærstu útgerð Íslands beri það algjörlega að á það sem lögð hærri gjöld í krónum öðrum. En það mun hafa áhrif á nærsamfélags. Og leið, hugsanlega ídöndi það að afla sér landa annar staðar svo framvegis í tengslum veiðar. Kolmunni fer stærstu hluti veiðar og honum fara fram á alþjóðlegu hafsvæði. Það eru fleiri en við sem erum að vinna kolmuna, sem hægt er að koma kolmuna til. En hann er okkur mikið var að fá hann í landi, í okkar vinnslur og í verðmætasköpuninni í hafnarsjóði, í verðmætasköpuninni í launum fólks og í verðmætasköpuninni í útflutningi þessa lands. Þannig að við verðum að horfa og ég vona sannlega að það verði og svo umræðan verði þá með þeim þroska að á grundvelli eða á vettvangi Alþingis að menn horfa á þetta heildstætt. Ég hef miklar áhyggjur af afkomu sveitafélaganna, ég hef líka áhyggjur af fyrirtækjum. Ég hef áhyggjur af smæstu fyrirtækjum í Íslandi í sjávarútvegi og ég hef líka áhyggjur af stærri fyrirtækjum. Og við megum ekki við því og
tala ekki á þeim tíma sem nú að það að svona efnahagur heimsins eftir sem hann skýrst í fjölmiðlum nötra til að menn sjá kreppuský, en það svona skiptir ekki máli því að það bara skipt tollakerfi í Bandaríkjunum daglega, þannig að það kannski jafna sig bara endanum en þetta hefur gríðarlega áhrif og með það yfir sig líka óvissu í tollamálum. Þannig ég vona sannlega og það var ánægilegt að við náðum og lögðum fram sameiginlega bókun síðast og nú bara líður mikið á að ræða þetta mál bara yfir og skynsemi og ég treysti því að ríkisstjórnin geri það einnig og ráðherra þar og hafi það samráð við sveitarfélögin. Það var líka gagnrýnisefni að leið við viljum að það sé haft samráð við útveginn, þá var það líka að hafa samráð með sveitarfélögin í umfangsmiklu breytingum og það samráð hafið en það þarf þetta að byrja fyrirfram. Síðan bara aðeins svona minnast hér á það hér að við áttum ágætis og Ragnar komin á ágætis funda Vegagerðinni og fagna því að sé búið opnandi mjóaferðar en það er líka alveg gríðarlega mikil áhersla sem við lögðum á Vegagerðina að Vegagerðin setji mikinn kraft í það að hanna þær brýr og fleira sem hér var rætt áðan, það sé tilbúið til hönnunar. Það hefur reynst okkur þyngra en tárum tækju hefur rætt hér áður náttúrulega í flýti fjármögnum í tengslu við COVID. Þá voru þegar menn sáðu fram að geta farið hér í framkvæmd við Sléttubrúna sem var farin að valda þá þegar heilmiklum skaða í bara uppbyggingu samfélagsins með þingdagunum að það lá ekki fyrir hönnun. Og það hefur aldrei staðið á sveitarfélaginu Fjarðabyggð þegar kemur að skipulagsmálum í tengslu við uppbyggingu hvorki ofanflóðamanna ekki að Vegagerðar. En við þurfum að vita forsendunar sem ríkisstofnanirnar vilja hafa til þess að við getum lokið okkur skipulagsmálum. Og ég var við þann tíma sem ég leist það við skipulagsframkvæmdanefnd að þar voru ýmsar að það hefði komið fram einhverju efasemdir við erum klár. Þetta snýst ekki hvað sveitarfélagið er klárt með. Við erum klárt með það síðasta sem lá fyrir þegar Vegagerðin var í þessum hugleiðingum að leggja hana veg sem áttu að vera í tengslu við Fossvogsgöng og að frestað eða skorið af þá vegna kostnaði við göngin og sjást einhvers efnahagsástands á Íslandi. Þá hefur verið vinsælt að sveiflu í efnahagnum með því að draga úr framkvæmdum út á landi. Að þá hefur það ekki stendur það ekki á sveitarfélaginu og þegar hefur vel komið að framfæra við Vegagerðina það þarf að koma frá þeim línan eðlilega enda að bera þeirra ábyrgð á þessu. En það er gríðarlega mikilvægt. Svo bara aðeins að því að ofta það var í liður 3.5 það var svona var kannski svo að sé alveg skýrt kom frá fjölskyldunum, þar var aðliti breyting á gjaldskrá líkasta stöðuna sem snýst að því að við erum með opnun allan sólhringinn og þarna var verulega óvenjulegar breytingar enga síður á því sem til að efla þessa þjónustu en þá frekar að geta þá breytist heilar 500 krónur á ári sem ég vona að verði engum en þannig að sé svona alveg skýrt að það er nú svo breyting þarfellur. En fleira var ekki, orðið er laust og hundagerði bæjar hvað er þessi ljós? Svo verðist ekki verið, ég ber þar eftir saðan þess að það er sækja við skemerki. Það er saðan með 9 atkvæðum. Það er það fyrir restin á blöðunum mínum. Herri mig, þá er það hér næst fundagerðir skipulags- og framkvæmdanefndar númer hvað? 29 og 30. Bara koma blöðunum eftir rétt. Orðið er laust þar. Þurriður, Lili. Þetta er beðmáli gerð með Þurriður. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Það var hérna örfáir liðir sem er langa að koma inn á undir fundagerðum skipulags- og framkvæmdanefndar nr. 29 og 30. Það er fyrst í fundagerð nr. 29, mál 4.6 sem varðar leyfi fyrir uppsetningu útiæfingatækja á Stöðvarfirði. Það er alltaf gaman þegar íbúar eða eins og í þessu tilfelli ungmennafélög taka sér saman uppbyggingu eða uppsetningu á tækjum og í búnaði til afþreyingar fyrir samfélagið. Stöðfirðingar hafa verið duglega við slíkt og hér er ungmennafélagið Súlan að sækja leyfi fyrir uppsetningu á útiæfingatækjum sem að þeir hyggjast smíða sjálfir við flotta og fjölfarna gönguleið við bæinn. Þetta er flott framtak og nefndin tók vel þetta en ítrekkaði mikilvægi þess að slík tæki séu tekin út að þar til bærum aðilum er varðar öryggi fyrir notendur þeirra. Svo er það samningur við Skógræktarfélag Reyðarfjarðar. Eftir langa vinnu, sem taka bara nánast svolítið langa tíma en góð vinna, þá er búið að kortleggja svæðið og ganga frá samningi þau svæði sem að Skógræktarfélag Reyðarfjarðar óskaði eftir til að fara í áframhaldandi skógræktarsvæðinu.
Markmið samningsins að stuðla að ræktun landgræðsluskóga í landi Kollaleiru, Bakkagerðis, Teigagerðis og Sómastaða sem opnið verði til útivistar almennings. Á svæðinu verða fjölbreyttir gönguleiðir, náttúrustígar, útivistarsvæði og fleira sem koma sér vel fyrir íbúa, ferðamenn og aðra sem vilja ganga fallega náttúru. Skógræktarfélag Reyðarfjarðar hefur byggt upp flotta stíga og svæði til útivistar og verður þetta frábær viðbót við það. Nú þegar búið að planta í eitthvað af svæðunum en einnig ný svæði sem á að fara að planta í strax í sumar. Svo það skipulagsframkvæmdanefnd fundur númer 30, þar var einn liður sem 5.10 viðhald og nýframkvæmdir gatna. Á fundinum að fara yfir þær framkvæmdir sem að sviðsstjóri lagði til að yrði farið í árum 2025 og forgangsröðun þeirra. Ljóst að mörg verkefni bíða þegar kemur að viðhaldi gatna og því miður ekki hægt að fara í þær allar en mikilvægi þeirra var metið og raðað upp eftir því hvað þyrfti að fara í strax og einnig einhverjar nýframkvæmdir sem að standa til í samræmi við nýbyggingu. Stefnt að því að fara í Strandgötu Neskupstað og gatnaframkvæmdir við Dal, Athafnasvæði og Eskifirði. Búðavega á Fáskrúðsfirði, Neðra Sæberg á Breiðdalsvík og Breiðamel á Reyðarfirði þar sem að nýja fjölbýlishúsið sem Launafl reisir Auk þess verður farið í yfirlagnir á ákveðnum stöðum sem illa farnir og umferðarþungir. Þannig að fleira var það ekki undir þessum fundargerðum. Takk. Hverju þurfum við að fleiri hvað þessi hljóðsundi fundargerðum skipulags- og framkvæmdanefndar? Svo verðist ekki verið að berða til samtæðis þess að það ekki skeiðmerki. Það er þetta með nýja atkvæðum. Árnæst fundargerð Hafnarstofnunar með 324. Leði ekki orðlaust þá skal það taka aðeins til máls og kannski vekja athygli á að það var ýmislegt rætt í þessum fundi sem menn þekkja og menn hafa verið að vinna að bæði náttúrulega viðgerðum og stálþilum sem við höfum verið að ljúka núna á Eskifirði. Náttúrulega því sem stendur fyrir dyruminn út á Eskifirðahöfn og stækkun þar og svona frágangi og umhverfi sem þar eru mjög brýnt að fara í sem komið í farveg en ég ætla kannski aðalega að vekja athygli á þarna var líka tekið fyrir frá Björgunarbátasjóði Austurlands beiðnum styrk vegna nýrar kaup og nýri hafbjörgu sem á að koma hingað til okkar 2007 fagnar því að þegar mann kom með svona góðum fyrirvara að þessu því þetta eru gríðarlega mikla fjárfestingar sem eiga sér stað nú hjá Björgunarbátasjóðum Landsbjargar sem eru sérstakar einingar sem eru all land til þess að reka björgunarskipin sem eru staðsett svona vítt og breitt á landi til þess að þjónusta sjóin, hafsvæðin út af landinu og þessi skip náttúrulega gríðarlega mikilvæg fyrir okkur öll og ekki síst hér fyrir austan og annars staðar í þessum mikil útgerð sem Hafbjörg núna var svo sem nú í eigu Björgunarbátasjóðs Austurlands var keypt fyrir nokkrum árum til þess að brúa bíl frá skipi sem var mjög gamalt og úrelt og fengið náttúrulega svo nýra skip en enga síður notaskip og þá til að fara núna í þessar nýsmíðaverkefni sem í gangi. Þessi nýsmíðaverkefni eru rekin áfram annars vegar með styrk frá hinn opinbera á Íslandi sem kemur að greiða helming síðan frá fyrirtækjum og þar hefur mun náttúrulega verulega ýmis stór bæði sjóvog í mannrétt, brím, hvalur hafa komið vel að þessu að styðja þetta á landsvísu en síðan þurfum við að taka hérna fyrir heima. Næsta skipið okkur á Vopnafirði hér að norðan. Sveinbjörnsson sem að fara verður endurnýjaður í haust og síðan hér á næsta og þar á eftir frá Hornafirði. Það mjög mikið eftir okkur að koma þessu máli gegnum Hafnarsjóð. Við gerðum það með myndarlegum hætti einnig síðast, bæði við kaupin á nýri Hafbjörg og eins líka komið að því að styrkja bátinn á Horsfirði sem svona stærri gerðina af þessum björgunarbátum og það gott að geta tekið þetta núna nokkrum árum en leiði það mikilvægt að nágrannar okkar í Múlaþingi komið að þessum veglegum hætti líka. Þetta skip mun þjónusta Fjarðabyggð og Múlaþing, Seyðisfjörð og Borgarfjörð og Djúpavog og það var meðal annars okkar hafnarstjóra og bæjarstjóra falið að ræða það að það sé svona sameiginlegt átak. Sveitarfélaginu að hafnarsjóðinni víð um land hafa komið að þessu með myndarlegum hætti. Þetta eru fjárfestingar upp á 100 milljónir sem þarf að koma frá hverjum Björgunarbátasjóði. Þannig að það þurfa margir að leggjast á árætnar í þessu máli. Því að skipið okkur, þetta er bylting þessi nýju skip sem að koma í öllum aðgerðum á sjó og við þurfum sannlega á þessu að halda. Þannig ég bara hvet okkur til þess að við munum taka vel í þetta
og getum við gert það nú jafnvel á 3 árum til þess að minnka eða svona, geta með skipulum hætti, en leið líka þá hveti nú nágranna mína hér að koma á þessu skipi því að með þessum hætti núna að það sé jafnt á með okkur komið að við komum að þessu bæði sveitafélag. Það var ekki fleira, ég fundi ekki Hamstundan vilja fleiri hvers ljós, svo verðist ekki verið bein upp til samþykktar, hún sagði með 9 atkvæðum. Þá var næst fundi ekki fjölskyldunarndur með 30 orðið laust hana vilja hvers ljós, svo verðist ekki verið bein upp til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það fundi ekki stjórna menningarstofu nummer 16, fyrir ekki, einhver kveða sér hljóðs hana. Svo sem bara kannski leið og bara minna á það verið að undirbúa margt mjög spennandi í menningarlífinni okkur í vor. Við erum fara að stað með sumarsmiðurnar og fleira og skapandi sumarstörf og svo erum við að vinna náttúrulega eins og verið hefur í safnamálunum okkar. Fara að tæma geymslur og koma og vinna í geymslum, ekki bara skjalasafninu heldur líka að við erum að horfa til geymsluhúsnæðis og Eskifirði sem svona miðlægt húsnæði fyrir öll söfnin sem alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá inn í okkar safnaflóru, því að það má ekki gleyma að sýningarhúsnæði minni hlutin, það er geymslur og geymsluna fullnægi og við erum að horfa til þess í því safnahúsnæði sem út á Eskifirði. Við þurfum líka að ljúka og fara yfir með sjómannasafninu bara þjónustusamningin og framtíð þess, það orðið mjög byggjast og boðum stjórnina til okkar núna. Við munum funda núna eftir páskana eða svona mánaðamóti næst og þá verðum hittum við þá stjórn og getum svona hort á. Við erum að leggja á stað með stríðsárasafnið að vonandi erum að býða eftir styrkumsóknum en eigum náttúrulega fé og fara í þá uppbyggingu. Það er margt að gerast í menningarmálunum og vonandi tekst okkur að gera ýmislegt. Ég er svo ánægður að sjá að hér er bara stjórn menningarstofu og hún situr þennan bæjarstofund þannig að við getum tekið tímót ákvarðanir en þetta var svo mikið fleiri sem ég vildi koma inn á hér undir þetta. Orðið laust, engin guðs ljós, ég ber þess að þetta getur samþykkt þegar sem hann sagði ekki við skemerki, hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá það fundagerð ungmennaráðs númer 19, orðið laust hana vill einhver kveða sér hljóðs, svo verðist ekki vera, þá ber ég hann upp til samþykkt þegar sem hann sagði ekki við skemerki, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við gott fólk komin í liðin almenn mál og þar fyrst nú rúla hér í gegnum eina löngu og ítalegu fundarboð á innri vefnum okkar. Það fyrst sem sagt umsókn lán til ofanflóðasjóðs vegna ofanflóða framkvæmda í Fjarðabyggð sem eru búin að eiga sér stað núna árunum frá október 23 og til ársloka 24. En eins og menn þekkja þá getur sveitarfélagið sótt lán sem eru mjög hagkvæm leið vegna síns hluta í ofanflóðaframkvæmdum, 50% af sem hlutur sveitarfélagsins í ofanflóðaframkvæmdum hittir fjármagnað á ofanflóðasjóði og hér sem sóttum fyrir þessar framkvæmd sem hafa verið á Fáskrúðsfirði, Eskifirði og í Neskaupstað á þessum tíma og stefnum að því að senda það inn núna og síðan verði sóttum aftur í haust fyrir þeirra framkvæmdir sem eru að fara fram á þessu ári. En þarna erum við að sækjum, þetta framkvæmdir okkar hluti á þessum tímabili 77 milljónir rétt rúmar, 77.627.220 sem við munum sækja þá lán til ofanflóðasjóðs. Orðið laust þetta mál. Það engin hljóðs, þá ber ég til samþykktar að bæjarstjórn staðfesti að sótt verði lán til ofanflóðasjóðs vegna þessa kostnaðar. Það sagði með 9 atkvæðum. Þá erum við næst komin í næsta lið sem óveruleg deiliskipulagsbreyting Leira 1 á Eskifirði. Þarna lagt fram á með breyttri legu vegar, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Skipulagsframkvæmdanefnd hefur samþykkt breytingu sitt leyti og með fyrirvarum breytingu skipulagsmörk og deiliskipulags Dalbraut 1. Breytingin hefur auglýst og bárust engar athugasemdir og hefur nefndin ákveðið og vísað málinu til endanlega afgreiðslu hér í bæjarstjórn. Orðið laust eins og þessa óverulegu deiliskipulagsbreytingu. Engu þessi hljóðs ég ber til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér
næst óveruleg breyting á deiliskipulagi Hafnarsvæðis Hafnargötu 1 á Fossvogi. Þetta sömuleiðis frá skipulagsframkvæmdanefnd til að óveruleg breyting á deiliskipulagi sem var, eins og við sá og uppdrætti með, sem felst í breytingu á lóðum. Skipulagsframkvæmdanefnd taldi ekki þörfu á grenndarkynningarbreytingar því að þær hefði engin grendar áhrif og samþykkti til breytinguna beint fyrir sitt leyti og vísaði hér til endanlega afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið er laust þessa breytingu gegn kveðsljós, svo verðist ekki vera berjum til saðendar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við næst komin í liðin óveruleg deiliskipulagsbreyting Bakkagerði 1 sem er deiliskipulag hér á Reyðarfirði. Það er sömuleiðis óveruleg breyting sem hefur verið lögð fram og felst í breytingu á deiliskipulagsuppdrætti og lóðum. Málið hefur hlotið umfjöllun í skipulagsframkvæmdanefnd. Breytingi var auglýst samkvæmt skipulagslögunum og er hér komið til endanlega afgreiðslu í bæjarstjórn. Hversu hljóðsum Bakkagerði 1. Svo verðist ekki verið berið til samþykktar. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum konið í óverulega deiliskipulagsbreytingu sem var gerð á tengslu lóðurnar Búðareyri 10 og 12 á Reyðarfirði. Þetta er eins og menn þekkja í tengslum við byggingu þjónustukjarna fyrir fatlað fólk og er tilkomin vegna þeirra, eins og áður segir, til stækkunarlóð 10 og samsætti vinkunarlóður með 12. Byggingareinir skipulagið sjálft breytist ekki, heldur hliðrast til þessum lóðum sem taka þá eftirfærandi breytingum. Máli hefur verið fjallað og auglýst, fjallað í skipulagsframkvæmdanefnd og auglýst eins og gefur að skilja og er hér komið til endanlega afgreiðslu bæjarstjórnar. Þeir sem það samþykkja orðið lausnum fyrir ekki. Engi kveðsljóð, þeir sem það segja ekki vinskiða merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í málstefnu sveitarfélagsins, málstefna fyrir Fjarðabyggð. Málstefna felur í sér að ýmis orð eru afmáð og önnur skulle alltaf rita með stórum staf, eins og Framsóknarflokkurinn. Nei, í þessu er náttúrulega eins og með þekkja hér að fyrri umræðu, þetta var nú grín. Málstefna er síðar umræðum, eins og kom fram í minnisblaði þá er sveitarfélagum skylt að setja sér málstefnu í tengslum við stöðu íslenska tungu og íslenskt táknmáls og hér fór fram fyrri umræðum daginn þessa málstefnu sem Fjarðabyggð þá setja sér. Þetta er komið inn í, svo áður segir, í lög og milli umræðna hefur málstefnan sem ekki tekið einum breytingum og er hér til síðar umræðu. Orðið laustum málstefnu Fjarðabyggðar. Eins og áður segir fjallinu stöðu íslenska tungu og táknmáls. Engin kveðs ljós, þá ber ég þessa málstefnu hér upp til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og hefur þá þar að leiðandi tekið. Þá er hér komið málsvað tekið inn með afbrigðum sem er fyrir umræðan til að breytingu á erindisbréfi Öldungaráðs en það erindisbréf var fjallað í fjölskyldunefnd og tók breytingu sem aðalega kannski að mestu leyti fólust í náttúrulega breytingu sem á orðalagsbreytingum í tengslu við breytingu á nefndinni, nafnið fjölskyldunefnd tekið inn og svona ýmissáttar orðalagsbreytingar færða tilleið og lítisháttar breytingar á efni og leið fest hvernig fjölda funda og fleira hjá Öldungaráði og orðið laust hér í fyrrumræðu, þetta er fyrrumræðu með erindisbréfi. Einhversu ljós, þá óskaði því að bæjarstjórn taki afstöðu þess að vísa erindisbréfi Öldungaráðs til síðar umræðu í bæjarstjórn. Þess að það sagði ekki með skeiðmerki, það er sagði með 9 atkvæðum. Þá er hér komin að síðasta lið fundarins í dag sem er fundaáætlun bæjarsnar. Þetta er semst tillaga eins og maður þekkja, þá má bæjast ekki breyta tímasetningum funda bæjarstjórnar nema hún einn getur breytt heim. Staðsetning getur flust til eftir ákvörðunum í bæjaráði eða hjá bæjarstjóra og hósta bæjarstjórnar en tímasetning. Næsti boðað fundur er 8. maí, þá er boðað fundur í samkvæmt funda áætlun bæjarstjórnar. Hann verður en innan dagsins staðis að hann verði haldið klukkan 4, er lagt til að verði haldið klukkan 5:30 vegna þess að þennan dag fer fram ársfundur Byggðastofnunar í Fjarðabyggð, nánar tiltekið á Breiðdalsvík og jafnframt hefur Byggðastofnun óskað eftir fundi með sveitarfélaginu á sama tíma, þannig að við myndum óskað eftir fundi með bæjarstjórn sem mun þó taka þann fund og halda svo fund á eftir. Þar leiðum við bæjarstjórn myndum fara fram á Breiðdalsvík sem leiðis þennan dag
klukkan 5:30 eins og það segir. Samþykki bæjarfulltrúa það. Nánari staðsetning verður sett í fundarbúð sem verður berast á réttum tíma. En ég ber þetta hér undir fundi hvort að samþykja þessa breyting og tíma innan dagsins. Þess að það sannkjum ekki merki. Það samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum og verður þar af leiðandi fundur haldinn á Breiðdalsvík. Gæti orðið á eftir að koma í ljós með útsendingu fundarins hvernig því verður háttað. Það hefur stundum reynst okkur þrautið þingrið hefur verið fundað utan skrifstofu en við þá höfum tekið fundi upp og sett inn strax að þeim loknum ef það er. En það mun koma í ljós, við höfum bara til að skoða þá útfærslu og setjum það í auglýsingu á heimasíðinni. En það leggur fyrir. Þá er ekki fleiri hér fyrir fund í dag. Góði bæjarfulltrúar, ég þakka ykkur fundarsetuna og góðar umræður og segi fundi slítið.